sameiningartákn allra listræna ungmenna á Akureyri. Já, ungt listrænt fólk að bera sitt hafurtask á borð fyrir Akureyringa og gesti. Það er búið að vera mjög gaman að sjá alla þessa hópa og alla þessa einstaklinga að koma saman og sjá í rauninni hvað geta gert og hvað mörg tækifæri fólkin í því að skeyta ólíkum listamönnum saman og krafturinn sem búinn að vera í þessu liði, hann alveg ótrúlegur. Það voru einhvern veginn einmitt allir tilbúinir til að leggja eitthvað í þetta verkefni. Og já, það var svona einhvern veginn eins og þetta hafi verið svona upphafið að einhverju meira. Þetta er svona nákvæmlega það sem að unga fólk á Akureyri þurfti að fá fyrir sig svona opinn og óháðan vettvang sem að tekur þeim og þeirra list alveg sama hvernig hún er. Já. Og þarna voru þau að koma fram algjörlega á sínum forsendum og sína eigin sköpun og það er einhvern veginn bara hrikaleg. Þetta var bara svona algjör stór sýning á menningunni og ungu fólki í menningu á Akureyri. En ég veit eina stjörnu sem skín og nú loks ertu komin, þú ert komin til mín. Þetta er búið að vera svolítið langt og strangt ferli og vera alveg ár í sköpun þessi hátíð og við erum eiginlega bara rosalega ánægðar að við höfum slegið til. Þetta byrjaði nú bara sem eitthvað djók. Fóru 2 meðlimir úr leikhópnum Þykjustig og tóku þátt í götulistahátíð í Danmörku. Á leiðinni heim þá eitthvað svona, hei, af hverju gerum við þetta ekki bara heima? Bara, jó, ok. Svo einhvern veginn vatt þetta bara upp á sig og við gátum ekki sagt skilið við þessa hugmynd og keyrðum þetta bara í gegn. Fengum styrki frá menningarráði Eyþings og Evrópu unga fólksins og það er búið að vera einhvern veginn ótrúlegt að sjá hvað allir voru tilbúinir til að leggja hönd á plóg og tóku þessu verkefni alveg sjúklega fagnandi og við fengum aðstöðu og hjálp, óendanlega mikla hjálp frá ungmennahúsinu í Rósenborg og erum búin að fá aðstöðu líka í tónlistarskólanum og í Hofi, menningarhúsinu Hofi og fullt af alls konar aðilum sem að maður hefði einhvern veginn ekki dottið í hug sem eru búin að aðstoða okkur við þetta. Ef við teljum það saman þá er held ég 100 Yfir 100 manns? Yfir 100 ungmenni sem að nýttu sér þetta tækifæri og tóku þátt í þessu verkefni. Já. Við buðum upp á listasmiður í vikunni fyrir hátíðina. Það voru 3 listasmiður. Þar var fólk að vinna því að búa til sýningar sem voru sýndar á hátíðinni. Bara þvílíkt vel sem að það tókst til og greinilegt að það þarf ekki meira en það. 1 viku og þá ertu bara að koma með sýningu. Hendi fólki saman og skapar eitthvað skemmtilegt. Bara greinilega var þetta málið.